Mötley Crüe komið á fóninn. Það er hans 1, 2 harðir eru mættir í stúdíó FM 95 Blö. Það er engin annar hér á FM sem spilar Mötley Crüe, ég held að það sé nokkuð ljóst. Við erum í gríðarlegum fíling og já, ég ætla bara að byrja að bjóða Egil Einarsson velkominn. Sæll Ettu. Sæll Ettu, hvernig ertu? Eins og nýr. Já, þú ert alltaf eins og nýr þegar þú mættir hérna. Já. Enda föstudagur, uppáhaldsdagur þinn. Uppáhaldsdagur minn í vikunni. Já, hvað hattar hann ekki? Einu dagurinn í vikunni sé ég hress. Já, allir hinn eru erfiðir fyrir þig. Já, ég er hálfþunglítur alla hinna dagana. Já. Einu dagurinn sem ég er góðskapi. Þessum betur fer, ertu með mér á föstudögum þá? Því að það er regla hér á FM, þú verður að brosa. Já, er það þannig? Já, þetta er hressast útastöðin. Það er svoleiðis? Já, þegar ég var að byrja að vinna þarna, þá var mér ráðlagt reyndar af manni sem var hættur á FM að brosa í hverri innkomu, af því að fólk myndi heyra það úti í samfélaginu. Það skila sér. Já. Prófaði að brostu núna bara, brostu. Sko þá, ef ég væri svona, þá myndi ég það er að geta ekki verið svona. Þetta er ekki hægt. Kannski brostu aðeins minn, þú getur með út úr eyrum, sko, getur svona brosa smá. Svona það bara? Já, svona það sétu. Já, Heldur þetta skilir sér í bílinu á fólki að við séum brosandi? Já, það ekki. Já, sveið með þá. Prófum, já, gefum þessu séns. Við gefum þessu séns, við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur og já, bara eins og alla föstudag. Það sem að ber hæst núna, við ringjum oftast í Ingo Viðuguð í beinni útsendingu, en við ákvaðum að ná honum í dag með að fara í annan númer og við tókum þetta upp því þetta var svolítið flókið hvernig við náðum honum í dag. Við fengum hana Hildi sem vinnur hérna á 365 með okkur í lið og já, ég get bara, við skulum ekkert gefa of mikið upp að þetta er æðislegt. Já, þetta er ekkert minni stórkostlegt. Já, við náðum Ingo hressilega fyrir í dag og ég veit ekkert að fylgjast með því. Ég vona bara að það sé ekki bara okkur tveim sem finnst þetta svona skemmtilegt. Við ræðum það einmitt og eftir, vonandi hafa hlustendur gaman að þið þegar, sko það sem er svo skemmtilegt með Ingo, hún finnst þetta svo þreyttu brandari. Já, það er svona ræðilegt við þetta. Þess vegna finnst mér þetta verða fyndnar og fyndnar í hvert sem við gerum. Ég er ekki orðin leiður á þessu. Langt í frá. Svo erum við líka með föstudagslægið eins og alltaf á föstudagum. Chubby Little Loverboy er á leiðinni. Já, Loverman kemur. Já, og ætlar að... Veistu hvað hann er að syngja fyrir? Ég held hans ég að fara að taka Creep með Radiohead sem er rándýrt lag. Ok. Og já, ég ætla að hlakka til. Svo ætlum við að gefa flöskuborð. Það er Tanqueray flaska á Austur. Já. Og já, þessi ginflaska, við erum konum með góðan leik í dag til að gefa Tanqueray. Og það er stuna dagsins. Já. Þetta er svona... Það er smá hausverkur og helgarfílingur yfir því, en ég er samt að fíla það. Já, það er allt í lagi. Já, ég megum aðeins málega út af því að við höfum alltaf verið að gefa þetta bara einhvern veginn, kortir í 6, með allt niður okkur og þetta er 40 skona pakki. Þetta er flaska og bland og allir pakkin og borða Austur og Kolbfæðurinn bara að skotta þetta kringu þau. Nákvæmlega. Og þú getur sagt út með flösku bara Kolb, drullastu til að lága meira bland, ángrís núna, strax. Kolbfæðurinn hleypur á barinn. Mér finnst það sá sem vinnur Tanqueray-flöskuna að það er bara að vera inn í samningnum að sko Ásgeir hellir í glösin. Hann er alltaf þarna. Já, ég veit að hann er alltaf þarna á vappinu en hann er ekkert að hella í glösin fyrir fólki. Minnst að þetta ætti að vera hlutaði. Þá er þetta 100 áskona pakki. Veistu hvað er að gerast á Austur í kvöld? James Bond party. James Bond party. Hvorki meira en minna. Og hver annar er með það en Nonni Plugg? Ísland. JGG er með þetta rándýra party og svo er líka svaðaparty annarkvöld á B5 og það er 150 ára afmæli Bacardi. Þannig að það er alltaf að gerast þessa helgi. Ef við ekki heyru eftir í plugginu. Í Nonna Plugg. Bara spögjum hann út í Bond-partíð þess. Ég fór því. Sveið með þá, aldrei að vita með heyrim í honum en það er veisla framundan kæru hlustendur. Þannig að, já, endilega verið með okkur í allan dag og við ætlum að vera bara með hress og góð lög. Við ætlum að brosa í allan dag. Við ætlum að brosa, við erum í þvílíkum fíling og sko, þegar ég er að detta í stuð með einhverjum skemmsta og þetta lag kemur, þá er ég til að dansa. Þetta er mínum bandi bestar í hönnulagi. Ég held sér sammálaður. Þetta er Only Girl in the World. Já, og það er að fara í einhvern rándýra pakka núna. Þetta má vera slúður núna, ekki? Já, þetta er alltaf að koma hér. Já, ég skeita ekki á mig núna. Nei. Ég fann að læra að slúður er innkomin nr. 2. Það er hárrétt hjá þér, við þökkum Ríu Hönnu fyrir þessa tóna. Only Girl in the World. Finnst þér stundum eins og þú sért the only boy in the world, Egil? Nei. Ekki? Hagaði stundu þannig. Shut your mouth. Ok, ég ætla að byrja slúðupakkan hér á Katie Holmes. Þú kannastu hana, Egil? Já, það er mikill meistari. Já. Það reyndar, hún skeita á söndaginn. Nú? Nú? Já. Hvernig var hún að deyta? Tom Cruise. Já. Hún skeita ekkert á sig. Þú var að deyta Tom Cruise. Já. Hættur í það bara hlýðina? Já, ef hann er hún svona ruglaður í vísindakirkjunni. Ég myndi deyta Tom Cruise. Já, það er gaman að heyra. En ég ætla að byrja að slúðra á Katie Holmes en já, hún segir hér í nýju viðtali að hún sé hætt að deyta leikara
Hún var með einhverjum hérna Chris Klein eða hvað sem hann heitir, sem leik hérna í American Pie á sínum tíma. Hvað var hún að gera með honum? Svo fór hún í Chris Klein. Tom Cruise og hún hefur verið að deyta leikara upp á síðkastið og giftist nú einum. Já, hún var að kúplast úr þeim. Já, hún ætlar ekki að, hún segir hér að næsti maðurinn í hennar lífi verði ekki leikari. Hvað ætlar hún að kúpla sig, veistu það? Nei, hún ræddi það nú ekkert. Íþróttamenn, lögfræðinga, viðskiptafræðinga. Já, en sko, þetta er pínu skrítið því hún er nú leikari sjálfur. Hún segir að það séu eigingjarnir og það séu oft erfitt að vera í kringum leikara. Já. Hún er nú leikari sjálf. Ég meina leikara verða eitthvað svo erfitt út á hana international superstar, sko, þá kannski höndlar ekki fræðina nógu vel. Nei. Mögulega, og verður kannski að piece of shit, ósvöld, sko. Já. Kannski langar hann að þetta bara deyta engaþjólar. Já, það er aldrei að vita. A celebrity trainer. Já. Svo það næsta slúður og þetta ekki merkilegt slúður en Khloe Kardashian og Lamar Odom sem körfuboltamaður sem leikinn sem í Los Angeles Lakers fór svo í Dallas Mavericks, ég veit ekki hvað hann í dag en þau ætla að gefa út sinn eigin ilm saman jólin. Þetta verður eitthvað svona jólailmur, það verður bæði fyrir karlmenn og konur og samkvæmt yfirlýsingu frá þeim að þá þetta svona fyrir the holiday season og þetta The wonderful feeling of pure love, happiness and joy sem að fylgir þessum ilm. Það er eitthvað besta hugmynd sem ég veist. Nei, hvað? Nei? Já. Byrju, hún er hot celebrity. Já, og hver að fara að kaupa þetta? Og hún með NBA-gæja sem hot celebrity. Mundu þú jólin, værið þú til að fá Khloe og Lamar Odom rakspínan? Ég voni að fá hann. Ef einhver að hlusta sem gefur mér jólagjafir, þá væri ég til að fá hann. Veistu hvað við erum að gera? Hvað? Gefum út okkar eigin ilm. Nei, Af hverju ekki? Hvað, gefa út okkar eigin ilmvatni hérna á Íslandi? Já, bara tveir, og hann getur heiti bara, þú veist, vinna áfram með 2 harðir eða eitthvað annað, bara gefum út okkar eigin ilm. Er einhverjir Íslendingar í því að gefa út ilmvötn og rakspíraðina? Þetta er reyndar ok, þetta er kannski einhver markað sem getur þetta að kanna, en við myndum ekki... Við myndum móka því út. Nei, það held ég ekki. Nei. Byrju, ef einhver hreskæi fór út að djama, kemur við í Livju og okkar svona, ég vant að redda mér eitthvað sem á ilm. Síðan er hann með eitthvað bara eitthvað drasl og síðan mynda okkur félagunum skjálf brosandi og okkur myndi ekki taka það. Nei, veistu, ég held ekki. Segð mér þá, svo ætla ég að enda hér slúðupakkan á Joaquin Phoenix, en hann var í viðtalinu... Ó, sagði þetta vel. Já, þakka þér. Hann var hérna í viðtali og ég sagði að Óskarinn væri bullshit. Sammála. Og hann sem sagt, það er verið að tala að hann geti verið tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir nýjustu mynd sína, The Master. Hann er við stórkostlegur í henni og hann segir hér í þessu viðtali að hann hafi engan áhuga að vinna Óskarsverðlaun. Honum hefur aldrei liðið jafn illa og þegar hann mætti Óskarinn þegar hann var tilnefndur fyrir Walk the Line og finnst astnalegt að þessi vera að ata leikurum saman í eitthvað svona barnalega keppni og segist ekki einu sinni alltaf mæta þó hann verið tilnefndur núna því að þetta sé bullshit. Hann er grjótharður. Hann er reynda svolítið sérstakur, Joaquin Phoenix. En málið er, ég er svolítið sammála út af því að allir leikarar segja að það sé erfiðast að leika comedy. Já. Drama er auðveldast, drama og spenna og svona, en comedy er erfiðast sem hann gerir. Já, það er aldrei neitt tilnefndur fyrir það. Af hverju fekk Jim Carrey ekki Óskar með Dumb and Dumber, til dæmis? Já, sko, eini leikarnir sem mér finnst áttu að fá Óskara, svona sem mér finnst fáránlegt að fekk ekki Óskarsverðlaun, það var John Candy fyrir Planes, Trains and Automobiles. Hann átti alltaf að fá Óskarsverðlaun fyrir þá mynd. Og líka bara Jim Carrey, Cable Guy, sástu hana? Já, þú ferð ekkert að gefa... En af hverju segja allir, ok, það er miklu erfiðleika comedy, en samt eru að verðlauna drama. Já, ég veit það ekki. Veist, eins og nú er Matthew McConaughey, svo miklu meistari, það er alltaf beru ofan og Matthew McConaughey? Nei, Matthew McConaughey. Málið er, sá miklu meistari sem er a hell of an actor, eins og hann sýndi í Time to Kill, þegar lögfræðingunni hélt að ræðun og allir frá að grenja í Já, hann er góð leikari. Já, hörðu. Og ok, aldrei fengi Óskarinn, út af því að hann er með þessa ímynd, þú veist, bara sem einhver vöðvaðfés. Hörðu. Og hvað er hann að gera núna? Út af langar leikarinn, hvað er hann að gera? Hann er að létta sig um ykkur 30 kíló og leika AIDS-sjúkling. En það er grjóthart samt að vera virtu leikar á Joaquin Phoenix og segja bara Óskarsverðlaun séu bullshit og nenni ekki að mæta og eitthvað. Já, ég minn ég sammála honum. Já, þú værir ekki svona eitt, þú værir fyrsti maðurinn á rauða dreifinu. Ég myndi mæta hann að skell brosandi auðvitað. En ég sammála þessu því að mér finnst að Matthew McConaughey að fá Óskarinn. Já. Ég held að fá Óskarinn fyrir að leika hann að vonum það, þetta var slúðurpakki dagsins, varst ánægður með hann? Nei, það eru þakkaði fyrir það. Förum hér í örstuð skilaboð og svo ætlum við að fara í Starbucks viðreynsluna með nýjum forsendum. Af hverju að vera með snjallsíma ef maður þarf alltaf að vera með áhyggjur af notkuninni? 10 GB
gigabyte á stærsta 3G neti landsins fyrir 500 krónur. Á hvaða 3G neti þú eiginlega? Tal. Svona á samband að vera. Kíktu við í Warehouse, því nú 30% afsláttur af völdum vörum og 25% afsláttur af öllum töskum. Warehouse, Kringlunni. Verður Balotelli til friðs helgina eða skýtur hann West Brom í kaf? West Brom Man City á enska geturnaseðlinum og 190 milljónir í pottinum á laugardaginn. 1x2, við tippum. Korona-helgi á Hemma og Valda frá 5. degi til laugardags. Korona og tequila á tilboði. Lottopotturinn stefnir í 20 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Stórleikur í enska boltanum á morgun á Sport 2. Gylfi Sigurðsson í nágrannaslag í London. Tottenham Chelsea klukkan 11:30. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Framtíðin núna. Kjóstu stjórnarskrá 20. október. Ungir jafnamenn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Já, þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér með Agli Einarsinni og Auðunni Löndal og við erum komin í dagskóli sem heitir Get a Hot Date. Nú, ok, ég held að þetta væri Starbucks viðreynslan, en Get a Hot Date hljómar reyndar mun betur. Já, og hérna málið út af við erum allt niður okkur í þessum dagskóli. Ég er reyndar að koma smá sjans fyrir 2 vikum. Já, en þú feist ekki, þú gafst henni ekki sinni, þú veist, þú ert að fá númeri hennar. Já, ég veit, ég skil. Og þá geta haldið áfram með þetta koncept, en hérna, sko, ég er búinn að googla þess, The Art of Picking Up Women, googla það. Ok, þurftu þess? Já, bara svona út af því að við erum ekki verið að standa okkur í þessu. Nei, reyndar. Þannig eitthvað erum við ekki að gera rétt. Og það sem við þurfum að gera núna, við þurfum að vera aðeins meira mysterious. Ok, það sem sagt? Konur fíla það. Já. Og það því að þú veist, ekki svona fála hressir. Ok. Þú halda bara að tala við trúð. Já, ok, það ekki gott. Ef hún sér fyrir sér gæja á hinlínu með rautt nef og kröllur, sko, það ekki að vera að gera neitt fyrir hana, sko. Þannig að við erum mysterious. Já, ég er góður í því. Og það sem er vist mjög vinsælt, samkvæmt þessum sérfræðingum í Picking Up Women, við þurfum að segja eitthvað ljótt hana, en strax fylgja það eftir með hrósi jafnvel 2, eins og I didn't like your hair, but you had a great smile and an attitude. Já, ok. Þú veist, hún er eiginlega svona aðeins að niðurlæga hana, en hrósin er strax á eftir. Þetta er víst, mennilega meina, þetta ekki. Ok, þannig að mysterious, vera hérna dónalegur en svo strax í hrós. Já. Og þú vilt að ég byrja núna, þú byrja að segast. Já, og eitt hérna, við notum íslensk nöfn á celebrities til að auka hérna prófílun okkar. Já, ok. Og hérna við... Hvað ætlar að vinna með? Annarkor okkar er Ásgeir Kolbeinsen og hinn er Valtýrbjörn Valtýrsson. Ok, en þær vita ekkert hverju það eru. Já, þú veist, það heyra bara strax að þetta er. Já, ok, bara, þetta eru sterk nöfnreyndar. Já. Má ég ekki vera Ævar Gudmundsson, minnst það skemmtilega? Jó, ok, Gudmundsson reyndar. Vilt þú byrja að kickstarta þessu? Já, ég skal taka þetta. En ef ég fæ gaur? Þá bara hrósar honum. Útverðlar yfir hann á sama tíma og gerir hot date. Hvað sagði þú? Ég var að vera... Og bara segir eitthvað niðurlegar hann, sem fylgja 2 hrós strax svo eftir. Hvað, ég vera mysterious? Já. Thanks for calling Starbucks Spring Crosby. This is Greg. How may I help you? Yeah, hello? Yes. Is it Greg? Yes, it is. Yes, hey, it's Ivar Gudmundsson here. I'm sorry? Ivar Gudmundsson here. I was there the other day. We had a little it's Greg, right? Greg. Yeah. We were talking the other day. I was in your Starbucks. What were we talking about? We were talking about gym, sports. Gym? Yeah, I told you that I didn't like your haircut that day, but loved your packs and you had a nice sweater on. Oh, I don't remember, but thank you. Yeah, okay, so how are you doing today? Good, man. How are you? I'm good. I was just wondering, you want to go grab a cup of coffee or hit the movies or something? No, man, I'm good. Yeah? Yeah, I'm good. Thanks, man. You want to... Got the old wifey, you know. I don't know how she'd feel about that. Oh, okay. You're married? Oh, you didn't tell me that. Well, that's one hell of a lucky lady. You know it. Yeah, I know it, man. But, okay, this ain't going like I wanted. All right. Sorry about that, man. Hey, no problem. You keep rolling, baby. You too, buddy. Okay, bye-bye.
Þetta, veistu það, ég fekk óþægindar hroll og óþægindar svita. Þetta mysterious, sko, það að hætta með Gaura. Það bara gengur ekkert. Hann bara giftur. Hvað heldur að séu allir samkynniðir sem að vinna á Starbucks eða? Ég þoli ekki að lenda á Gaur. Mér finnst þetta varst mjög mysterious. Já. Því að hann saði strax svona að byrja að herma eftir. Já, átti ekki að vera það? Jú. You nailed it, sko. Nei, hann var giftur og maður þarf að fá konu, sko. En já, það komið að þér. Vonandi færð þú, kvenmann. Ef þú færð Gaur, ætlar þú samt að reyna þetta? Já. Ég vil persónulega fá Gaur, sko. Þú, já. Veist ég er öfugur on the Blondell. Kottu bara með öfugan Gaur. Slókið það. Sorry for Hannibal. Ashley speaking. How may I help you? Yes, it's Ashley. Hello? Ashley? Yes? Yeah. Hi. Hi. This is Oscar Colbainson. You remember me? No, who are you? Oscar Colbainson. I was there the other day. You was there the other day? Yeah, we had I came in your shop. We had a coffee, Ashley. Remember? I introduced myself as Oscar Colbainson, tall, dark-haired man. And remember, I said that I didn't like your hair, but I loved your smile and your personality. Remember? Oh, thank you. Yeah. And I was wondering what you're gonna do this weekend. Þetta strax búið að skella á. Sko, þetta mysterious lookið þitt. Já. Horbjóður. Bara hjá okkur báður. Sko, hún var hrætt við þig. Hvað heldur að Ashley sé að hugsa þegar hringir einhver guður? What you doing this weekend? Bara svo vesti pervert. Ég viðurkenni, mér leið strax illa með þetta mysterious concept. Akkur vildur þú fara að vinna með það allt? Ég veit það ekki. Það bara virkar ekki. Það hefur ekkert verið að ganga hinga til. Við þurfum eitthvað, leið mér að googla þetta og kynna mér þetta aðeins meira. The art of picking up. Sko, hörðu, við erum að picka upp fólk hérna gegnum síma. Það er erfitt. Já, ég veit það, en aldrei aftur mysterious. Það var ekki glæta. Mér leiði bara illa að hlusta á þig og hvað þá sjálfan. Linkin Park in the end. Minni mig reyndar á þegar miðbjórinn Sergio Aguero sett hann á síðustu sekundinu fyrir City því þetta lag var spilað á Sky strax eftir það og myndir af United. Ekki verið að rifja það upp á þeim Blondell. Nei, Jesús, ég veit ekki af hverju ég er að því. Ég var að rekast á massífa grein sem það ræðast við þig, kæri Auðun Blöndal. Ert þú með? Já, ég með grein. Ég var eitthvað surfing í internet. Ok. Og hérna rakst á hérna grein. Já. Sem sagt, hér segir að konur, vinkonur, þetta tala um tilfinningar. Já. En ekki margir kallmenn, vinir, eins og ég og þú, við félagarnir, geta talað um tilfinningar og nema þeir séu mjög öryggi með kynna sína, mjög secure. Nei. Ég er að lesa hérna greinuðun. Já, ég meina þú þarf ekki að fara. Það er að bulla hérna. Við erum nokkuð secure, eða ekki? Þú ert ekkert að fara Er ég öruggum með kynniðinu? Já. Jó, mjög svo. Það er ekki bara nokkuð klár á þessu. Já. Ég líka. Já. Þannig að það er 3 spurningar hérna sem samkvæmt þessari grein þú átt að geta svarað ef þú ert öruggum með kynniðinu og við erum góðu vinir. Það er 3 spurningar. Hvað, vini mína þá eða? Bara mig. Ég á að geta spurt þig þessu og þú og mig og við höfum bara geta rætt þetta. Hvað er það? Það er 3 spurningar. Finnst þér ég fallegur? Þetta stendur hérna. Nei. Já. Hvaða kallmaður spyrir vin sig hvort hún finnst hann fallegur? Það hefur bara ekkert með kynhneigð að gera, nei. Þetta er bara astnaleg spurning. Þetta er eina af 3 spurningum Auðun. Þetta er bara stendur, ég er bara að spyrja, finnst þér, getur ekki svarað þessu? Er ekki nógu góða vinnir? Hvort mér finnst þú fallegur? Nei, bara meðal maður. Það þakka þér fyrir það. Já, hvað? Að vera brutally honest. Kannski ekki allavega að sigurhúða þetta einhvern veginn. Þú ert ekki ómyndalur, en það mun aldrei koma úr mínu munni á sitt fallegur. Ok, næsta spurning. Nei, er þetta allt eitthvað svona? Þetta er 3 spurningar. Nei, næsta. Nei, ég er að lesa. Já, ok, hvað er næsta spurning? Næsta spurningin ertu stoltur af mér? Er ég stoltur af mér? Ok, þið veist þetta kannski kjáðan. Kannski ertu bara ekki örugur. Nei, veistu það, þetta er svona tala stelpur og vinkonu, það er bara svona ég er stolt af þér og þú veist, en jú, maður er oft stoltur af vinni sínum, en yfir hverju á ég að vera stoltur af þér? Ég veit ekki, þetta er bara spurning. Jú, alveg bara stendur. Þú frábær í þessu leik. Er þetta leikur? Já, þetta er bara, þetta er náttúrulega síðu. Ég er meðalmaður, sagður. Ég er stundum stoltur af þess. Ok, stundum. Já, ekki alltaf, það er bara, ég ætla ekki að fara að ljúga þér hérna. Það er frábært svar.
Síðast spurningin, hvenær hugsaður að síðast hvað þið ekki væntu mig? Ægil, þetta bara, það var bara, ég veit ekki. Hefur hugsað eitthvað? Hugsaður bara, liggur það heim upp í rúmi og hugsaður? Ég náttúrulega ligg ekkert heim upp í rúmi að hugsa hvað mér þykir væntu þig. Á hvað lifið merkið maður? Jú, ok, ég skal geða, það hérna, þú lást á sjúkrahúsi. Já, þá hugsaður það. Já, segð mér þá. Ég var næstu döður. Já, þá þegar þú fekkt heilaæmnabólgu, ég hef ekki hugsað á að þætti væntu þig. Nú, sko, segir það, þú erum betur í þessu leik. Já. Takk til 3 spurningar, verðst það sé ekki fleiri? Nei, þetta var bara mjög gott og farðu af þessari, inn á hvaða síð þetta? Þetta einhver mail, hérna, svona slúðu síða. Já, ok. En ég kannski, hérna, og ég kannski forðast þessar síður kannski bara. Nei, en þetta eitthvað sem þú ert að segja við vinið þína, eða? Nei, ég ætlaði bara að henda svo þig út af því að, þú veist, ég er að lesa þetta hérna og stelpur tala svona við góða aðra en ekki strákar, nema þessu mjög öruggi með kynnið sína, segir þessi grein. Og ég bara hélt að við værum kannski... Nei, kannski erum við eitthvað tæpir, ég veit ekki. Nei, þetta verður ekkert með það að vera örugum í kynna sína. Þetta bara svona, þetta skrítið að segja við vinsinn held ég. En, jú... Eigum við kannski að vera að bæta okkur í þessu? Ef við segjum út að borða með Hjöppa kannski á morgun, ef við segja Hjöppi, stoltur þér. Þú getur sagt að við setjum stoltur á hann, við hann er búin að gera eitthvað til þess að vera stoltur á. En kannski hann er búin að dressi í flott föt og fallegur í kvöld. Já, bara að fara að hrósa okkur með hann. Já, bara djúlega fallegur í kvöld. Já, það máli skoða það. Það styttist hér í föstudagslægi með Chubby Little Loverboy og stórkostleg símtaling og veðuguð. Við náðum hann mittlega í dag, ekki missa því. En fáum fyrst hér lag sem að, þetta kemur í lokin á Taken 2. Ágætis mynd en þetta lag er í ruglunum og það heitir Too Close. Þetta kemur vonandi einhverjum mikið. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborða á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og útaborða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Ingvar Eystins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin geti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. Hausttilboð í Dorothy Perkins. Nú er 40% afsláttur af völdum með haustverum. Dorothy Perkins, Smáralind. Korona-helgi á Hemma og Valda frá 5. degi til laugardags. Korona og tequila á tilboði. 007 reporting for duty. Skyfall, frumsýnd 27. október. Forsala hafin. Hvað er þetta með Lotto og töluna 20? Lottobotturinn stefnir í 20 milljónir þann 20. október. Leiðu þér smá Lotto. Virkjaðu framtíðina. Kjóstu stjórnarskrá 20. október. Ungir jafnaðarmenn. Stórleikur í enska boltanum á morgun á Sport 2. Gylfi Sigurðsson í nágrannaslag í London. Tottenham Chelsea klukkan 11:30. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Já, það eru 2 harðir hér á föstudegi í góðum feeling. Styttist í Video Game Boy. Hann ætlar að koma hér með föstudagslægi handa okkur á eftir. Eins og alla fösta. Ég held hann sé að fara að taka Creep með Radiohead. Okay. That brings back memories, maður. Ég ætla ekki að væla yfir því. Nei, ég ætla ekki að væla yfir Sves lengi út að tók Bocelli fyrir mig. Já, þannig að þú ert ánægð með hann núna. Já, mjög ánægð. Já, en veistu hvað erum að fara í núna, Egill? Nei. Sturlaða staðreyndir, hvernig listur það? Það eru uppáhaldið mitt. Já, ánægð með þið. Og já, ég er með þínar sturlaða staðreyndir handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Og ég ætla að byrja hér á fyrstu og það er sem að, já, ég ætla að vona ég sé ekki að fara að hræða einhverja konur að núti eða stúlkur. En samkvæmt sturluðum staðreyndum að þá er að fæða barn næstmesti sársauki sem að manneskjan getur upplifað. Aðeins að brenna lifandi er verra. Samkvæmt sturluðum staðreyndum. Að brenna lifandi er ekkert sérstætt held ég sko. Nei. Og þannig að þetta hlýtur að vera, já, þetta eru hetjur. Já. Við erum hefnir að þurfa ekki að fara þetta félagarnir. Það er nokkuð ljóst. Það er bara þannig. Enda líka allir vinir mínir, þeir bara,
veist, sem hafa gengið í gegnum þetta með konum sínum. Við náttúrulega erum bara 2 aumingjar en ekki 2 harðir og könnumst ekkert við þessa tilfinningu. Nei, við erum kundir. Já, þannig að maður veit að þetta eru hetjur. Já, þetta var magnað og næsta sturglega staðurinn er. Ok, Ásgeir Kolbeinsson og Simmi Will, takið fyrir eyrun. Rauðhærið verða útdauðir 2060. Hæ? Þú ert aldrei að fara að sjá A Tiny Little Cowboy. Er þetta greið? Röllandi rauðhærðan, nei. Það er leiðilegt. Já. Og þetta er ég minn svo mikla dúllur. Já, 50 ári í þetta. Í álunni, verður engin Kolbeinsson? Ég held að það sé ekki þetta að segja bara, herru, 2060 er þetta allt dött, sko. Hvað verður bara blondes og dark hairs? Eða bara... Það verður vonandi einhverju sköllóttunat inn á milli líka. Já, þetta er þetta rosalegt. Já, þetta er svaðast aðeins. Hvað langt í þetta? 2060, 48 ár. Ok, en Kolbeinsson, hvað er hann gamall þá? Hvað er hann? Hann er 50 í dag, hann er 96, nei, hvað er hann? Hann er 30, hann er verið 40 ekki, hann verið 80 ára. Já, hann er satt ekki, þá var hann kannski eini rauðhærmaðurinn í heiminum. Hann er náttúrulega eitt rauðhærður í dag. Hann forðast það bara eins og heitan eldin, sko. Ég meina, hann nota tæknina. Já, það er að gera, nýta sér teknina. Já. Svo er það næsta, fólk sem dansar meira er jákvæðara og lífsglaðara að eðlisfari. Og veist að ég hugsaði fyrst, what a load of crap, en svo fór ég að hugsa þetta. Það er svolítið til í þessu, hefurðu hitt þunglindan dansara? Allir sem er í kringum mig, sem er að dansa mikið og æfa dans og svona, allir hressir. Og nei, hvað gerum þú veist? Þetta er enda þú segir að þunglindur dansari, ég hafi aldrei hitt þunglinda dansara. Nei, þetta er rosalega hresst lið. En veitu, en bara eða út með... Sér eins og Jasmín og allt þetta fólk. Hvernig ekkert allir að... Hefur ekkert með sér Jasmín í fílu? Aldrei. Nei, alltaf að dansa. Og líka Swessmouth, alltaf þegar við fyrum á jammið þá er hann bara á gólfinu non-stop, skælbrósandi dansandi. Með Sólheima glott á sér, sko. Ragnhildur Steinun, hún er dansari, alltaf í góðu skapi. Það er svolítið til í þessu. Þannig við erum kannski að dansa meira. Ef það er eitthvað sem eru þungir úti, dansið. Já, dansaði þetta að þér. Þarna. Svo er það næsta, aðeins 2 manneskjur í heiminum eru með uppskriftin að Coca-Cola. Þeir mega aldrei fljúa saman, aldrei ferðast saman og hvorður er að má drekka áfengi. Mér finnst það svolítið svona skemmtileg viðbót. Já, svo fari ekki fullir á okkur bar. Ég kallir þinn uppskriftin að Coca-Cola. Hún er hérna. Heldur sér það? Þannig að þú vart að vera bindindismæður eða að geima uppskriftin að Coca-Cola. Einhverju 2 meistarar, ef þeir eru bara, ef þeir sett snæpergæi á þá bara, einhver Pepsi er bara að hörðu, þessi 2 vita uppskriftina. Ég hugsa að þetta sé gott leyndamál. Shit, ég eitt í ennið á þeim, þá myndir bara Coke vera búið, game over. Segð mér þá. Shit. Svo er það næsta, fólk verður hátt tónlist, eða sem sagt, þú verður háður tónlist. Gott lag hleypir af stað dópamin í heilan sem að verður að lítilli vímu, sturlu staðrind. Og ef þú hugsaður út í það þegar kemur eitthvað lag sem þú fílar alveg í tætlur, það er svolítið til í þessum. Já, ég meina þegar Rain on Me kemur á í bílum, ég byrja strax að brosa. Ég hef aldrei ekki brosað þegar Rain on Me kemur á. Eða What is Love með Hathaway. Sama hvað er í gangi í lífiðinu eða? Alveg sama hvað er í gangi. Bara ef Rain on Me kemur og brosi ég. Ok, svo er það hérna sem að sló mig. Sumir karlmenn geta gefið brjóstamjólk. Sturlu staðrind. Hæ? Þetta er í sturluðum staðrindum. Can you milk anything with nipples? Það er hvað að segja. I have nipples, Craig. Can you milk me? Þá þyrftir að vera estrogenmaður, skilur. Við erum testosteronmenn, sko. Þú sérð aldrei. Sérð samt aldrei eitthvað gaur með barn og brjóst. Daginn sem ég ranka við mér í kringlunni með barn og það er að sjúga brjóstina mér og fá mjólk, þá er það búið. Þá er ég game over. Það er eitthvað rangt við hann. Svo er það næsta. Því hærri sem greindaðistalaðin er, því meira dreymið þig, sturlu staðrind. Dreymið mikið þitt? Við dreymdi síðast til 2001. Já, passar. Svo er það meðal kona brosir 62 sinnum á dag en meðal maður 8 sinnum. Það eru mun hamingjusamir en við greinilega. Já, við erum að brosa meira. Já, við vorum að segja þetta í byrjun þáttar, við ætlum að reyna að brosa meira í dag. Já, við bara tökum þessa 8 tölu þarna, brosum alveg miklu meina það. Já, ég er til í það. Þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins. Hvað er Video Game Boy næst? Nei, næst er þegar við ætlum að spila þegar við hringdum í Ango the Weather Cut. Já, við þurfum að segja mönnum, nú sko býðið þið eftir þessari veislu. Við ákvaðum að fara aðeins lengra með þetta grín okkar að hringja í Ingo Veðurguð. Við hringdum í hann fyrr í dag úr öðru númeri og fengum aðstoð frá henni Hildi sem er að vinna þetta með okkur í 365. Ekki missa því, en áður við fáum það, þá ætla ég að setja á eitt besta lagi á stöðun í dag. Þetta ætti þú að fíla, Egill. Þetta er David Guetta, She-Wolf. Þetta kemur mér ekki. Já, ég fíla hann.
verið með ykkur hér á föstudegi, Öddi og Egill til, 6 í dag og það er búið að vera djöfisins frost út, Egill. Já. Ég er búin að vera að skafa síðustu daga og... Já, það er, nefndum mér einn leðilegur hlutan að skafa. Það er fátt leðilegra. Já, ég er nefnilega máli, ég er líka svo mikill aumingi. Ég hef aldrei átt sköfu. Nei, ekki heldur. Þú getur keypt sköfu bara á Select. Það kostar ekki mikið. Ég tek bensin þar á svona 3 viku, sko. Já. Og ég fer aldrei inn og kaupa sköfu, alltaf skafa með einhverju geisladisk. Sko. Ég veit það er sama ég. Það er alveg ótrúlega lett. Því líkur aumingi. Okkur ferði ekki bara að kaupa sköfu. Tekur þú bensín 3 viku? Okkur fyllir ekki bara bílinn? Ég fyll hann alltaf. Ég fyll hann. Þetta er 421 hestafla, nei 24 með 100. Það er enginn sem tekur ofta bensín í Íslandinni. Hvernig færðu þeir ekki einhvern annan bíl? Ég eyði meiri pening í bensín á mánuði en þessi borga á láninu. Ég er ekki, það er ángrín, sko. Ég get reynda að lofa því, þú munt aldrei geta selt þennan bíl. Hver kaupir þennan bíl annar en þú? Gaurinn sem seldi þér þetta, hann er ennþá dansandi. Hann er ekki renjandi hlátur, sko. En við viljum ekki ræða það hér. Þessi bíl var þetta keyptur á Selfoss, eða ekki? Jó, það er þannig. Já, hann er allavega Selfoss-legur. Ég elska Selfoss. Já, ég líka og það er eitt snillingur og vinur okkar sem býr á Selfoss og heitir Ingo Veðuguð. Við vorum að ræða hér áðan að við erum byrjað að skafa á fullu. Og fyrir eitthvað sem hafa verið að hlusta á þáttinn, þá höfum við verið að stríða honum síðustu viku. Við létum hann vera fyrir viku síðan. Já, við vorum ekki að stríða honum þá. Nei, og hann að það eru núna konar 2 vikur sinni hringdum í hann, en við erum með svolítið nett plott í dag. Hún Hildur hérna vinkun okkar sem vinnur hér hjá Stöð 2. Hún ætlar að aðstoða okkur við að hrekkja núna. Hún ætlar að hringja hérna núna og þykjast að bóka hann eitthvað gigg fyrir Arion banka og svo spyr hún hann, en hvernig verður þetta helgina? Og þá vola ég að hann svara einhvern inn og svo spyr hún hann hvernig veðri verður helgina og þegar hann er búinn að svara því eða eftir þögnum þá komum við inn. Og hann þekkið ekki númer, þetta er nýtt númer sem það hringja úr. Já, við erum að hringja hérna núna úr klefanum, þannig að þetta er veisla og hann þarf bara að svara. En Hildur, góðu, hún kemur hérna og ég stimpla inn hér númer hans. Egill, þú ert að þegja með hann? Já, ég reyni. Halló. Ingo. Já. Komdu sæll, Hildur heiti ég og hringi frá starfsmannafélagi Arion banka. Já, blessuð. Sæll, heyrðu, ég var að spá í hvort þú væri nokkuð laus í smá gigg hjá okkur annað kvöld. Annað kvöld? Já. Ég er laus svona eitthvað hluta kvöldsins, hvernig varst að bæla í þessu? Hvenær myndi henta þér? Við getum náttúrulega lagað okkur aðeins að því. Hvað segir þér? Við getum lagað okkur aðeins að því hvenær þú ert laus. Já, ég er svona kannski 9:30, ekki geta kíkt við. 9:30 væri bara alveg frábært. Ég geti það, já. Já. Það er allavega option. Heyrðu, þetta verður á Nordica. Ok, já, bara í... Og ég læti bara, ég myndi bara láta, ég ringi bara aftur í það og eftir að ég þarf að bera þetta undir nefndina. Já, ok. Og tímasetningu og annað, þannig að þetta er alveg frábært. Já, það er líka fint að þú getur sendt með mail þá bara. Já, en segð mér, hvernig verður þetta annars? Hvernig verður þetta? Verður kuldi eða hlýtt? Gefur þú okkur ekki gott veður og... Á morgun, jú, ekki getur ekki lofað okkur góðu veðri? Jú, það er ekkert mál. Já. Er ekki spáð góðu helgina, Ingo, eða? Rínast. Vá. Er þetta því alveg? Ok, alveg, þetta er 7. helgin í Strákar. Hvernig fannst þér að kona í Arion banka var að spyrja það? Ég var svona ekki hissa, sko. Maður lendir alveg í því, sko. Það er frá starfsmönnum, sko. Þetta er náttúrulega alveg, þeir eru náttúrulega, þetta er ágætist þáttur hjá okkur, en þessi dagskrárliður er þetta lungur en þreyttur, sko. En ég sko ekki öllu kannið sleftu, Ingo, þá var maður samt búin að vera að skafa, það er búin að djöfst frostíðar í vikunni. Já, það. Já. Strákar, farið að finna ykkur eitthvað að gera, maður. Þetta er ríkalegt, sko. Þetta getur ekki verið, ég ringi bara á lolli yfir þessu. Nei, alvörinni, sko, það er alveg fáralega. Sami djókurinn aftur og aftur. Nei, við vorum tvist á sig í dag, maður. Já, reyndar á smá tvist, sko. Þú máttu reyndar eiga það, þú varst mun kurteisari við hana þegar hún fór að grínast í þér með veðrið en þegar við gerum það. Já, hún er líka ekki búin að gera það 6. Þetta er eins sem hélt hún væri að finna upp hjólið og ég þurfti að taka veli og hún ætlaði líka að borga reikningin og svona. Já, ertu ekki feskur annars, Ingo? Jú, ég er bara flottur, sko. Ekki, hvað er verið að brasa? Já, ég er verið að vesla hérna aðeins. Aðeins að vesla? Herðu, það var ekkert annað, við ætlum bara að tjekka hvort þið er ekki gott viður helgina. Já, því líkir það með mér. Ég er bara að leggja með síman og svo lolla ég aðeins. Ég var bara að vesla.
Þú ert meistari. Og bæði. Þeir eru flottir. Þetta veistu það er svo æðislegt hvað hann orðinn þreyttur á þessu að ég bara... Já, þetta er ángríns, það finnast það sem við tveir félagarnir erum að gera, það er hringið. Ég ætla samt að vona sér ekki bara okkur tveir sem finnst þetta svona hringið. Ég er ekki viss, sko, er einhverjum mann að væri gaman að fá feedback, sko, og fólk getur sendt okkur á Twitter eitthvað, finnst okkur öðrum þetta að fyndið, eru þetta bara tveir, eru þetta bara ég og þú sem elskum þetta. En hann ætlaði að leggja frá sig Símon og LOL. Það er skemmtilega þegar fólk hefur verið að hlusta á þetta undanfarnar vikur að hann er að lenda í þessu að fer út á borða og þjónar að segja þetta en ekki gott við erum elkina. Þess vegna byrjuðum við á þessu dagskali. Og hann finnst þetta þreytasti brandar í heimi en hann hefði aldrei átt að segja okkur tveima. Nei, það voru mistök hjá honum. Já, þetta var viðurguð dagsins. Endurgreiðsluleikur Orkunnar er aftur komin í gang. Þú veist hvernig þetta er. Þú gætir unnið endurgreidda áfyllingu og 100.000 króna innegnakort í lok mánaðar. Megi Orkulökan leika við þig. Orka. Ný hleðsla í Fernu með súkkulaðibragði. Þú kaupir 4 en færð 6. Lífið er æfing. Taktu á því. Kjóstu frumvarp að nýrri stjórnarskrá 20. október. Nýttu kosningaréttin. Hann skiptir máli. Þú skiptir máli. Sans.is. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. Nammi nam. Nýr og gómsætur matseðill. Nam nam. Enn einn ártúnsáða. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Komdu núna í Splash bílaþvottastöð við Hagasmára 2 við Smáralind og láttu þrífa bíliðinn að utan. 40% afsláttur fyrir áskrifundur Stöðvar 2. Stöð 2 vilt er snillt. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Tveir harðir hér með ykkur á föstu degi, klukkan að detta í 5 og eins og alltaf á föstu dögum þá mættu til okkar hér hugulegur, mannstu við erum að hrósa að vinnum okkar, fallegur maður sem við erum stoltir af. Út með fallegur, Sverrir. Lítur vel út í dag, Sverrir. Takk fyrir. Ég hugsaði síðast í gær með hvernig ég væntu því. Já, takk. Og ég er stoltur að þér. Þú ert að gefa út plötu og ástfanginn og það er alltaf að gera sig það. Já, lífið bara leikur við með þessa dagana. Takk, þið eru æðislegir. Með vini eins og ykkur, þá bara blasir lífið. Við bara erum ekkert hræddir við kynnið okkar. Það er öryggið með hann að segja. Þetta er ekki hræddir við kynnið. Kynnið, ég ætla að segja, við erum bara öryggið með kynnið okkar. Við getum ekki sagt það sama með Sverrir Bergman. Manst í sporthúsinu þegar var að taka leg curl og ég setti hendina í rassina á honum og hann trompaðist. Leg curl? Mér finnst það bara alveg eðlilegt þegar þú ert að taka fótaböðutækið. Þá er ákveðið traust sem þú ber til vinaðina. Þú liggur svona á maganum og ert að taka... Spinna hælið með rassinn. Og svo leggur þú bara þumalinn... Við skulum bara ekkert vera að ræða þetta í útvarpinu. Ég veit ekki af hverju þú byrjaðir á því. Þetta var eitt af versta sem ég séð í vektina. Bara að vera sáttur við þetta. Ég setti bara höndin á rassina þess að þú trompaðist. Ég trompaðist. Setti puttan á milli lappan á hann. Nei, hvað? Hvað áttu hann að segja? Djöfull, ertu flippaður? Klára setti og slaka á. Já. En er þetta ekki brattur, Sverrir? Jó, djúvill er ég brattur. Já, ég er búinn að vera að segja, ég var að vona að það sé satt hjá mér. Við vorum að tísa hann, ertu ekki að fara að taka Radiohead? Jú. Creep með Radiohead. Hvernig kemur síðan your record út? 1. nóvember. Það fyrir að styttst í þetta. Ertu með party eitthvað? Já, verður ekki að... 1. nóvember, 50 degi. Það er eins og sammála FM 95 blöð, föstudaginn 2. nóvember. Við getum saman eða eitthvað. Hvernig ætlar að hafa the party? Hvernig ætlar að hafa the party? Ég veit það ekki, það kemur bara ljós. Ekki sem byrja að plana the party, Sverrir. Allt niður þig. Hvað? Þú var að gefa út plötu 2 vikur, þú ekki sem að plana party. Egil, í alvörunni, þú þarft ekki alltaf að taka þátt í öllum plönum. Nei, þú ert að vera að gefa út plötu. Já. En Nonni Plugga ekki að hjálpa með þetta. Við erum með þetta covered. Það er 11 dagar í þetta. Það var Blöð var að gefa út plötu. Það var búin að plana við 3 mánuðum. Það er enda rétt hjá hann. Girtu það aðeins, Sverrir. Ég myndi halda partí að því að væri mánuður í blötuna. Ég myndi halda partí þegar það væri út. Ég heldur partí á öllum, bara við En hérna, er komið nafn á blötuna? Já, ég er búinn að segja ykkur það, strákar. Já, laufin falla. Nei, fallið lauf. Fallið lauf.
Þú ert svo rómantískur. Ertu alveg búinn að negla það nafn? Já, mjög gott Fallið nafn. Ég skal útskýra fyrir ykkur eftir af hverju platan heitir þetta. En af hverju ekki Video Game Boy? Af hverju ekki Video Game Boy? Það hefur verið... In the flesh. Video Game Boy in the flesh. Hún á íslensku, öll platan. Já, hún reyndar á íslensku. Þú varst í göngutúr eða ekki? Og sást svona lauf falla og bara... Jú, það var akkurat þannig. Nei, það var ekki þannig. Nei, ég er að stríða þér, en þú veist ekkert. Mér finnst þetta fallegt. Já. Fallið lauf. Já, takk. En komið ykkur bara fyrir, það komið hér að föstudagslæginu og eins og við komum inn á hann, þá ætla strákarnir að taka Creep með Radiohead. Persónulega, ég var mjög spenntur, Egill færði nú aðeins, þannig að halda okkur að komast hérna að. Og Sverrir, þú segir okkur bara þegar þið eru klárir, bara kalla það inn. Ready? Ok, þá er það föstudagslægið, take it away guys. When you were before, could look you in the eye, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, ever makes you happy. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Föstudagslægi hér í FM 95 Blue og þetta lag bara It Takes Me Back, maður. Hell of a job, Mouth. Hell of a job. Þetta lag... Það er vel gert þér. Hell of a job, Mouth. Þetta lag er hvað vinstælt er að maður er 15 ára eða eitthvað. Geggja lag. Já, þetta er geggja. Mjög vel gert. Ég var að hugsa meðan að syngja þetta. Hvað ég væri til að geta sungið eins og Video Game Boy. Já, ef ég mætti velja með einn hæfileika þá var ég til að vera góður söngari. En ég er bara svo skelfilegur. En ég reyndar ef ég væri sko með sönghæfileika Sverris Bergmann þá get ég lofaði því að ég væri ekki að pakka inn tölvuleikjum og fjallum einhverja Nintendo-leiki hérna á helgar. Ég væri fluttur til Bretlands. Þú væri líklega dauður. Til að taka þátt í X-Factor. Þú væri dauður. Dauður eða reyna að koma þér áfram. Eitt ég get lofaði því að þú myndir ekki höndla að vera musician. Þú er ekki prófað það að vera tónlistarmaður. Byrjar þetta. Sko, þó þú hefði stíð á svið með ótengt keyboard, þá varst þú aldrei tónlistarmaður. Ég get lofaði eitthvað því, sko... Autotune eru 3 línur. Þú myndir aldrei höndla harða heima að vera tónlistarmaður, sko. Það er bara mín persónulega skoðun. Egill, þú hefur aldrei og myndi aldrei vera tónlistarmaður. Ég var tónlistarmaður, síðan lagði ég hljómborðið á hilluna. Á hverju lagðir þú hljómborðið á hilluna? Bara. Af því þetta var svo erfitt líf. Það var erfitt að samin að vera professional bodybuilder og vera a musician. Það er óregla sem fylgir mér að vera musician. Ég vil ekki burst your bubble. Þú varst aldrei tónlistarmaður. Þú varst skemmtikraftur. Þú spilar ekki neitt. Það skreði mér raskat á Video Game Boy. Ég bara rétt á hann. Sorry maður. Aldrei a musician. Nei, þú spilar ekki neitt. Þú getur ekki kallaði tónlistarmann eða þú skor syngunni spilar okkur hljóðfæri. Ok, mér spila þess. Gaf ég út plötu, já eða nei? Já. Ok. Söng ég í lagi og samti texta á plötunni, já eða nei? Þú talar í lagi. Já eða nei? Nei. Nei, betur, ertu maður allt niður því? Ég samti textan með bass cup. Já.
Og hvað þú finnir við Base Cup? Það bara eitt versta lag allra tíma. Base Cup? Já. Nei, það ekkert versta lag allra tíma. Og síðan sendi ég líka textaði Get the fuck out. Þannig að, Sverrir, settu þetta í pípuna og reyktu það. Ertu að segja það að sem ykkur text að gera þegar tónlistar? Og ég söng! Hvað söngstu? Ok, en byrju ennþá Crazy Bastard, Sjómle og það. Er ég þá musician líka? Það verður að gefa út plötu, Blondell. Þið ekki bara bölla eitthvað út úti og... Það er náttúrulega ekki hver sem gefið út þessa plötu. Þetta var bara kúkur í umslagi þarna, þessi diskur. Þetta lélegast það rauk bara fræði sem ég heiti. Kúkur í umslagi? Nei, ég segi ok, ég ætla nú kannski ekki alveg vera svona dómharður af því að það voru ágættir söngur þarna með. Hvað þjálfur að kalla með record kúk í umslagi? Nei, þetta var ágætt. Hvað ætlar að gera ef núna gasmaðurinn eða rúnda núna í Kringlunarbrautina bara 130 kíló þykkur og var að heyra að kalla plötunars kúk í umslagi? Eina sem ég vil aldrei aftur frá gasmanninum, það eru brennslutöflur, höfum það á hreinu. Hann má gera allt annað við mig, heldur hann að gefa mig brennslutöflur. Ég var vakandi í viku, það var einhverja töflur sem voru leiðar í einhverju löndum, því einhver horfið. En, já, ef það einhverja Mercedes Club 800 úti, þá býst ég að þú búin að gera margar reyða núna, ég get lofa því þú búin að gera margar reyða. Alveg rosalega. En Sverrir, ertu á hraðferði, verður þetta eitthvað með okkur? Ég get verið með ykkur áfram. Glæsilegt, við erum að fara að gefa hér og eftir flöskuborð. Það er Tanqueray flaska á austur og við erum með skemmtilega leik í gangi, það er stuna dagsins. Ok, við vitum, það er svona smá hjólísislykt af þessu, en við lofum þetta verður skemmtilegt. Egill, þú vildi brosa mér í dag, eða ekki? Ég er að brosa, sér það ekki? Þetta er vel gert hjá það, Blondell. Vá, þú vannst inn hann Ákilsson. Það er bara svolítið. Vá. Einarsson vil meina að sé besta lag allra tíma. Fínt lag þarna ferð, en ég get ekki verið sammála því að þetta sé besta lag allra tíma. Nei, Jú, þetta er bara því miður, Blondell, þú vart ekkert að kinga því. Nei, ég mun aldrei láta það út mínu munni að Rain Over Me með sko Pitbull og Mark Anthony sé besta lag allra tíma. Til að sjáu bara hversu Mark Anthony er, sko, hvað er mikill fagmaður. Hann er núna með Simon í X-Factor. Já, sko, Mark Anthony er enda skemmtilegur í þeim þáttum. Hann er harður. Já, ég var að fá það fréttir að X-Factor er ekki í kvöld. Ég ætla að hafa kósi í kvöld, fá mér pítsu, kíkja á X-Factor. En hann er ekki, af því að hann var frestaði vegna veðus í vikunni í Bandaríkjunum. Því miður. Alltaf að taka nammidag í kvöld? Já, hendi inn að föstudagspítsu. Veistu að taka nammidag í kvöld, þá ætti að vera 100% lausun. Það er einn nammidagur í vikuðun. Maður leifir sér aðeins. Það er einn nammidagur í vikuðun. Er það? Farið þið bara pítsu eða nammi einn dag í viku? Ef þú vilt fá að hot celebrity body, verður 100% í mataræðinu 6 dagar vikunar og bara drullar á því 1 dag. Það er ekkert hægt. Það nennir því enginn. Það er víst hægt auðvitað. En þú dendar ég við ekki nátt í fínu standu að ekki miklar áhugjur á fyturbóðstunni núna, ekki svo video game boy sem við hliðum með allt niður þessi. Já, Sverrir, það er marga langt sena þú er kikt í rekna. Það er komið á planið. Fyrsta nóf, þá byrja ég aftur. Þetta er svona típist. Fyrsta þegju, ég er búin að segja það, ég er að standa við það. Akkur var reiður strax sem er þegja. Þú byrjar alltaf að dæma strax. En það er eitt Sverrir sem að margir sko lendi í og nú horfðu í augun á mér, ég er að tala við sem vinur sko, ég er ekki eitthvað að stríða. Horfðu í augun á honum? Ekki ára tölvuskjáðun, horfðu í augun á honum? Þó sétt komin á fast, þá er þetta samt að hugsa mér bæri sko. Nákvæmlega, ég skar út af nýjum sem KO. Af hverju? Ég er alveg samtíkuð því. Af hverju? Því að það var engin duglegri ræktin en þú sem allt í hennu mysteriously dast á fast og hættir að mæta ræktina. Það getur verið crazy coincidence. Ég var að æfa með manni sem var staðnaður í ræktinni, það var ekkert gaman að æfa það. Ég veit ekki betur en ég mæti every goddamn day. Já, þú er ekki bætt í hálft ár, frábær árangur. Þetta er ekki rétt hjá þeir, ég er ekki búin að fylgjast með mér í ræktinu undanfarið, ég er kallað bætingagilsi í ræktinni. Bætingagilsi. Herru, fyrir mér östu skilabóð, svo ætlum við að gefa Tanqueray flösku. FM 957 kynnir hleðslu íþróttadrykk með súkkulaðibræði. Hleðsla fæst nú í fernum með súkkulaðibræði. Fylgstu með á FM þar sem við munum gefa helling af þessum magnaða drykk. Heiðar og Pétur munum spyrja löfléttra íþróttaspurninga næstu daga og þeir sem svarar rétt fá kassa af hleðslu í velun. Í hleðslu er engin hvítur sykur, engin sætuefni og er eini drykkurinn sem inniheldur eingöngu íslensk prótein sem unnin eru úr íslenskri mjólk. FM 957 og hleðsla. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunjan iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. Það
Það er Kringlukast, 5. dag til mánudags. 20-50% afsláttur og nýtt kortatímabil. Kringla. Ekki missa af geggjuðu Kringlukasti í Outfitters Nation Kringlunni. Stelpugallabuxur í miklu úrvali á aðeins 2.990. Fleiri flott tilboð. Ekki missa þessu. Outfitters Nation Kringlunni. Hvernig koma kempurnar í enska boltanum undan landsleikjarhreinunni? Fullt af spennandi leikjum á enska geturnaseðlinum og 190 milljónir í pottinum á laugardaginn. 1x2 við tippum. 007 reporting for duty. Skyfall, frumsýnd 27. október. Forsala hafin. Stórleikur í enska boltanum á morgun á Sport 2. Gylfi Sigurðsson í nágrannaslag í London. Tottenham Chelsea klukkan 11:30. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Orkusalan og Höfuðborgarstofa í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands leitað opnunaratriði fyrir vetrarhátíð í Reykjavík 2013. Yfirskrift hátíðarinnar er Magnað myrkur og er umsóknarfrestur til 16. nóvember. Allar nánari upplýsingar er á hönnunarmiðstöð.is og á orkusalan.is. Orkusalan í stuði á vetrarhátíð. Heitasta pían í heiminum í dag, syngja strákandir í JLS. Ég veit það ekki, það er eins og ég sé að aðeins að stæla vinnminn Justin Timberlake og Justin Bieber. Já, það er svona eins og, ég veit það ekki, það er einhver Timberlake feelingur í þessu, en ágættis lag svo sem aðna hjá þessum piltum sem sló í gegn í X-Factor í Bretland á sínum tíma. En það er komið að því að gefa flöskuborð á austur, það er Tanqueray flaska. Hvað segir þau Tanqueray eða? Tanqueray. Það er nú sennilega harðar að segja Tanqueray en Tanqueray. En á Íslandi segir maður bara Tanqueray. Ok, við erum fara að gefa Tanqueray flösku með blandi og öllu pakkanum. Já, þetta er 40 skona pakki. En eitt sem ég er að velta fyrir mér áðan Blondell. Já. Við þurfum að hringja í nonna plugg og eftir. Við þurfum sem vinnuðu flöskuborðið. Getur hann farið í kvöld á fengið sér flöskuna en það er bondpartí þar í kvöld. Það verður hann að fara á morgun eða getur hann farið í kvöld. Þetta er spurning til nonna plugg. Nonna tattoo? Já, við kannski sláum að þráðandi tattoo eftir. Já, við ætlum að henda hérna eins og Egill orðað á hann í svona nettan hausverkum Helga. Við höfum verið með þetta áður. Við höfum ekki verið mikið vætræðskríni. Nei, vætræðskríni. Og mér veistu að fara meir í þetta. Já, þetta er, við höfum fengið fleiri í þennan lið hérna áður, Ingo Veðuguð og einn stúlka. En þetta er stuna dagsins og okkur fannst við þurfa aðeins að djúsa liðin okkar. Þurfum að gefa Tanqueray-flöskum. Já, þetta við bara, fólk bara hringt inn og unnið. Nú þarf að fólk að leggja sig fram. Já, og við spilum hér stunu dagsins og alltaf í stunu dagsins þá er eitthvað hot celebrity, er það ekki? Já, extremely hot celebrity. Já, extremely hot celebrity og þið eigi að giska hvaða celeb þetta er. Hvaða hot celebrity er þetta? Þú ætlar að spila þetta bara og síðan... Já, ég spila þetta og svo opnaði fyrir síman og þetta er að sjálfsögðu íslenskt celeb. Þannig að segið okkur núna, ringið 511-0957 og segið okkur hver á stunu dagsins. Hvað var þetta? Það kemur eitthvað í lokin sko. Allavega þetta er stuna dagsins hér í vætraðsliðunum okkar og nú erum að hringja inn og hvaða hot celebrity er þetta? Og þá var þú Tanqueray flösku á austur. Herðu það bara opnað fyrir síman. Hver heldur það að vera að stynja þar? Halló? Já, góð daginn, þú ert á línunni, þú mikli meistari, hver var að stynja þarna? Hjörvar Hafleðarsson. Nei, mjög góð ágiskun. Mjög góð ágiskun. Sérstaklega þetta tók smá hana, eitthvað svona, sem er Hjörbi svolítið í, en... Dætt í hestin þarna. Já, þetta var ekki... Þetta var ekki Hjörvar, takk fyrir að hringja. Þá fáum við hér næsta. Hver átti stunu dagsins? Halló. Hæ. Já, meistari, hvernig ertu? Meistari, þetta er kona. Já, getur hún að gera meistari eða? Já, ok. Jú, ég er meistari. Já, þetta er ekki að... Hver átti stunu dagsins? Ég? Nei. Það er rétt. Það veit það. Pétur Jón. Nei, þetta er ekki Pétur. Herru, við getum þetta að fara að gefa vísbendingar á næsti. Nei. Ég held þetta að vera svo ábyrgandi. Við erum ekki að fara að gefa neina vísbendingu, en fólk þarf að hafa fyrir þessu núna. Ok, nei, þetta er ekki Pétur Jón og þetta er ekki Hjörvar því miður. Já, ok, takk. Takk fyrir að hringja samt. Já, við skulum heyra hana hérna bara smárinni aftur. Hver er að stynja hér? Hver á stunu dagsins? Já, bara meira tempo milli skipta sem fólk er hringin. Það mun eitthvað geta þetta. Það er engar
Það eru ekki þennan vísbendingar gefnar, Blöndal. Nei, ok. FM 95 blöð, hver á stunu dagsins? Er þetta Sveppi eða? Nei, ekki er þetta Sveppi. Við höldum áfram hér með síma, það halda allir að segja einhver úr þættinum. Ég gef ykkur vísbendingu, hann er ekki í þessu þætti. Ok, það er góð vísbending. Hver er með stunu dagsins? Ekki hugmynd. Ekki hugmynd, Þú gerði þig besta meistari, það er bara þannig. Giskið þetta var þetta er mjög hot celebrity. Já, þetta er illa svalt celebrity. Já, það er bara hann. Hver á stunu dagsins? Er það Valtý Björn? Það er Valtý Björn, maður! Það er King Valtý. Já, hlustuð á hana meistara. Þetta er kongurinn sjálfur, Valtý Björn, sem að ákvað að taka þátt í þessu. Flippið með okkur, hvað heitir þú, Unnur? Arnar heiti ég. Arnar, ert þú komið aldur til þess að fá þér tangreiðflösku á austur? Já. Ok, hvers son ertu? Gunnsteinsson. Arnar Gunnsteinsson, herðu þá bara kíkið þú á góðan vinn okkar Ásgeir K. Bænsin og flaskar þetta upp. Herðu flott. Bara flaskar upp í góðum feeling. Frítt. Takk fyrir það. Herðu, bara takk fyrir að ringja. Þessi var með þetta hárrétt, þetta var, Valtý Björn. Já. Og sem að, hann nailed þetta, he nailed it. Já, en sko stunur geta bara, þú ert að stunda íþróttir eða bara að reyna á þig. Það þarf ekkert alltaf að vera eitthvað tengt, ég veit hvað þú varst að hugsa, sko. Já, kannski var þetta bara tengt ræktinni. Já. Er valtarinn svona að stinn í ræktinni? Já, kannski bara taka bekka með eitthvað. Það er Böðun Blöndal og Egill Einarsson. Tveir skammarnir mistar, ekki segja að ég megi, þegar þú segir, takt þú innkomu og síðan skammar mig hvernig skiptir ég að gera það. Nei, ég er ekkert alltaf að skamma þér. Það er tveir skapni mestar, það er mjög góð innkoma. Það er kjánalegt. En þeir eru að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Við verðum hérna með ykkur til 6 í dag og hvað varst að segja, varstu á mikilvægasta fundi æviðins? Já, ég fór á mikilvægasta fund ævi minna daginn og mjög stressandi fundur og ég bara labbaði út af honum kósveittur. Nú, hvað varst það ræðan? Ég fór að hitta Robba í kartir og ég var að skipta hálfgöldu. Jésús almáttur. Hvað? Og okkur er það svona mikilvæg fundur fyrir þig. Ertu ekki alltaf eitthvað að leika með hárið? Er þetta gert til að stríða mér eða? Nei, þetta er ekki gert til að stríða þér. Þannig ég get aldrei fara á mikilvægasta fund ævi minna greinilega. Þegar ég er ekkert að fara að skipta klippingu. Jú, þú getur, ég er alltaf að segja, þú getur bónað þig alveg og verið Arnar Gunnlaugs. Þú ert alltaf með smá hár, þannig að þú getur valið þessar 2 hárgöslur. Smá kíví. 2 mjög töff hárgöslur. Síðan getur tekið Ronaldo og sett svona línur í hliðarnar. Að setja rendur í hliðarnar og skallanum? Nei, og íbarast það er skelvilegt. Já, Ronaldo er með þetta, hann er svo ósexy. Já, Ronaldo er líka með þykkt, dökkt hár og getur leikið sér með þetta. Ef ég er að fara að setja einhverja rendur hérna í þetta litla drast hérna og það væri bara skelvilegt. Ég held að það getur verið eitthvað svolítið wild og sexy. Og eftir þennan mikilvægasta fund æviðinnar sem fjallar háraðar sem útskýrir svolítið þitt líf, hvað komist þið að? Einhverja niðurstöðu? Já, sko málið er að Robbi var að segja það með, sko, hvað með að hvíla ljósu strípundar hans. Ég fekk sjokk. Get nú reyndar alveg verið sammálan það er búin að vera strípur sem ég kynntist þér. Ég fekk lítið sjokk, ég veit ekki hérna. Hvað þarf þetta alltaf að vera með strípur? Nei, sko málega, síðan sagði ég, ok, hvað hefur ég gerað þá? Ég elska nefnilega að fá hérna hettuna og tekur drastlið og hárið í gegn og fyrir að fer ég hitan. Það er ekkert skemmtilega, sko. Þú liggur bara þar með drast svona yfir hausnum og síðan bara heti. Það er bara í kort 20 mínútur. Því líka gaman. Þú strípaðir einhvern tímann, Já, ég sko þegar hárið mitt var að kveðja og ég svona komst að, ég gleymi aldrei svo þegar ég fattaði að ég væri að missa hárið því að ég var bara in the dark. Ég var ekki byrjað að sjá þetta sjálfur. Varstu in denial það? Nei, ekki in denial, ég bara sá þetta ekki. Það var Jóhannes Ásbjörnsson sem var sjálfur að missa hárið og misti það undan mér. Hann benti mér á þetta þegar ég var 22 ára og ég held ég væri bara í blóma lífsins. Við gleymum svo aldrei. Hann segir við mig, sko, vorum í 70 mínútum. Þá voru þeir eitthvað að grínast með og ég var eitthvað að grínast með að hann var að missa hárið. Eitthvað ekki mér að kenna að setja að vera sköllóttur. Hann bara, þetta er nú að kasta steinum úr glerhúsi. Ég bara, hvað meinar þið? Nú sjálfur, það er að þinnast að þér. Og ég bara fekk svona svita, eitthvað rugglaður. Og þá baði hann mig, maður farin á bað uppi hérna gamla Norðurljósum, bleita á mér hárið, farin til ljós og tekka á þessu. Ég varð hvítur í framan. Ég er ekki að grínast. Grunaði ekki einu svona væri að finnast á þau þegar hann sagði þetta við þig? Nei, bara alveg. Ég var gjörsamlega grunlaus. Ertu að grína? En hann sá þetta, hann náttúrulega spáði endalaust í þessu, var 23 ára sjálfur og hugsaði ekki manna. Og þetta var 22 ára hana, fórstu heim bara
bara vel þungur. Þetta eyðilega fyrir mig vikuna ef ekki mánuðin, sko. Ok, og hvað, síðan sástu það sem bara hverfa hægt og bítandi eftir hennan dag? Nei, það samt eitthvað sem sagði við mig, það var einhver hálfgreiðslakona sem sagði ekki hugsa út í þetta því að þú ert að stressa það á þessu og þá fer það hraðar. Ok, byrju. En hvernig annað hægt en að stressa sig á þessu 21 ás að missa hárið? En þú hefur samt getað fight for it, held ég. Ef þú safnar og greiðir svona yfir og græður og gerir. Hefur þið getað fight for it? Já, þú veist. Nei. Ekki? Nei, þetta var orðið skelfilegt í lokinni. Ég bað Pétur og Sveppum að segja mér, sko, herðu, stráka, pikkið í mig þegar þetta er orðið, þegar fólk er byrjað að tala um þetta svona bakvið mig. Og þú náður einhvern veginn að taka strípunnar og fara í hitan og þvottin og alla pakkana? Það var það sem ég ætlaði að koma inn á. Jói Ásbjörns kendi mig það að þú ert með þunnt hár og ert að missa hárið, þá er rosalega gott fyrir að fara í strípur. Af því ef það er ljós og svona, sko málið er ef þú ert þunnarður og þú ert undir skæru ljósi, þá sést það svo rosalega vel, en ef þú ert með strípur, þá sést það ekki að vel. Þannig Jói tók mig svolítið svona undir sinn vendavæng þegar Þetta átti að gefa öllum trikk úti sem eru þunnharðir og eru í smá andræð, bara að strípa sig aðeins upp. Já, ég hef nú lendið því oftar en einu, svona oftar en tvisvar þegar ég er út á lífinu að menn sem er að missa hárið og byrja að sýna mér það og segja svona hvað ég gerði það ekki. Það er bara ekki bakað á sig. Gæinn sem finnur the cure for baldness, hann þarf ekki að vinna aftur, það er nokkuð klárt. Ég myndi fljú út og faðmann. Já, en allavega sem það var þannig séð ekki niðurstaða þessu mikilvæga fundi. En ég er líklega að fara að hætta, ég er kannski breytum lit eða eitthvað, ég er í sjokki, ég veit ekki hvað ég á að gera, sko. Má ég spyrja það einu, heldur að sé einhver sem er að hlusta núna, sem er ekki drullu sama hvort að þú fáið strípur eða ekki, finnst þér þetta að vera útasefnaður? Ég sagði þér að ég verið mikilvægt að funda á hann, þú spurði hvað? Akkur ég ekki spurja mig? Lagið var að klárast og þú sagðir ég ætla að segja þér frá mikilvægast að fundi ævi minnar. Ég held að þú er að fara að tala um eitthvað annað, tengt bíómyndinni en eitthvað svona. Ekki það að þú er að hætta að fá þig strípur. Mér finnst þetta að vera huge step og ég held að allar svona konur eru sammála mér að breytum hárgreiðslu það er huge. Þú ert ekki kona, Egill? Nei, ég er svolítið líkur þeim með þetta. Með hvað, hárið þess? Þetta er eitthvað sem ég nenni ekki að ræða hér í FM 95 blöð. Það eru hárkreiðslur og strípur. Förum hér í örstuð skilaboð og mætum svo aftur grjótharðir með, mun skemmtilegra tópik. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bílinn. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 5. daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OP. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval gæðadekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 95. Á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Geggjað kringlukart í Vera og Móta. Mikið úrval af völdum vörum á 30-50% afslætti. Vera og Móta. 1, 2 og 20. Lottobotturinn stefnir í 20 milljónir. Nú þér smá lottó. Minnstu ekki að tækifæri lífstíns. Kjóstu stjórnarskrá 20. október. Ungir jafnaðarmenn. Stórleikur í enska boltanum á morgun á Sport 2. Gylfi Sigurðsson í nágrannaslag í London. Tottenham Chelsea klukkan 11:30. Fáðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúk. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1. Ekkert af þessu lagi, Muse með Madness. Tveir harðir með ykkur hér á föstu degi.
Við erum hér til 6 við Egill Einarsson og við erum búin að vera hér í gríðalögum feeling. Eitt sem ég að velta fyrir mér, Blondale. Já. Þú fær alltaf að velja hérna lagið á leiðinni heim. Já, það styttist í það með þess að. Ég er með geggjalag í dag. Ég er með nýtt konsept. Ég fæ að velja eitt svona hrest partílag út af því að það er flöskudagur og það er margir að fara að gera sér glaðan dag. Fólk er í feeling. Já, en sko, lagið á leiðinni heim í dag er mjög hressandi, sko. Já, það sem þú kallar mjög hressandi er það sem ég kalla þunglindi. Nei. Já, þú veist, ok, bara, við erum ekki með sömu línu. Nei, við erum með mjög ólíkan tónlistasmekk. Ég er svolítið, held ég, á þeirri línu sem flestir hlustendur eru á. Þú ert svona meiri línun eins og bara, veist, exit. Nei. Mín persónulega skoðun. Já, ég er rétt á henni. Og hvað, vera með partílag dagsins? Já, bara, veist, ég fæ bara partílag, veist, og ekki slökkva á því. Og maður ekkaði, eitthvað viðblöður. Ég er ekki að spila það lengur, þetta er viðblöður. Ok, ertu með eitthvað gott lag? Já, þetta er lag með groove coverage. Hvað? Ok, hvað hefur á móti groove coverage núna? Má ég spyrja þér, hvað er groove coverage? Það er þýsk hljómsveit. Og hvernig ósköpunum byrjar að hlusta á hana? Ég er búin að fylgjast með mjög lengi. Já, en hvað verður til þess? Því ég hef aldrei heyrt þetta nafn áður. Er þetta sama hljómsveit þú varst með þegar þú fórum í flottilagkeppnina? Já. Hét hún groove coverage? Já, þá spilaði ég Poison. Já, Alice Cooper-lagið búið að stera það upp. Já. Skelfilegt. En þetta lag sem ég langar að spila heitir 7 Years and 50 Days. Og er það eitthvað coverlag? Já, ég minna að máli er, veist, ef að Heiðar Austmann væri ekki með allt niður úr sig, þá væri þetta lag í spilun hérna, sko. Það er sko, Brynja Már sem séum tónlistina hérna, sko, þannig að... King Brynjar Már? Já. Ok, ég endur ekki að fara dröldið við Brynjar Már, sko. Nei. En máli er að King Brynjar, hluti geta farið fram hjá hann. Já, veistu, ég held að groove coverage hafi farið bara fram hjá flestum, Egill. Það eru margir Íslendingar sem að þekkja hljómsveitina groove coverage. Ég er nokkuð viss að séu margir að núti því sem bara já, settu groove coverage á. Ok, hvar varstu þú heyrðir í groove coverage? Fyrsta lag sem ég heyrði var God as a Girl. Hvað, God as a Girl er frábært lagauðun. Já, ok, með þessari físku hljómsveit. Ég var mikið að vinna með það 2006 því ég skellti mig til Konstantin Sól í 2 vikur. Og ég með þess að, ég gerði? Ég brendi það á disk, ég og partí hans. Réttum einhverju DJ á okkur 4 diskoteki og sagði play song number 3 right now. Og gæðin setti það á God as a Girl, trompaði alltaf staðurinn. En ég ekki að spila God as a Girl og það er aðeins of hart með hana hérna 7 Years and 50 Days er mjög fallegur söngur og Melanie Munch sem er söngvarinn sem hljómsveit með mjög fallega rödduðun, hann að geðu sér sjens. Sé svipurinn á þér. Já, ég rættu þetta, hvað sagði þetta heiti? 7 Years and 50 Days með groove coverage. Já, og hérna ekki slökkva, þetta er 3 mínútur og 15 sekundur for the love of God, leiðu svo bara að ganga og þetta er besti parturinn í restinu. En fyrst þú ert að segja þetta, ekki slökkva þessu, þá ertu basically undirbúið með fyrir það að þetta sé eitthvað horfbjóður. Nei, þú veist, þér á eftir að finnast þú, þú ert hérna a dickweed. Nei, ok, herðu, ég ætla, en ef þetta er horfbjóður, þá lækka ég þessu. Þú ítur að play og lappar í burtu frá tökkunum, ángríns, burtu á tökkunum. En er þetta eitthvað sem að þú verður með á hverjum föstudegi? Ég spilaði þetta, nei, ég er bara veltaði mig hvort þetta er góðu liður. Stuðlag Egils? Stuðlag Egilsons, já. Ég ræddi við þetta. Prófum hennar lið. Lækkaði í þér. Ef fólk er ekki að fara að keyra í sig núna, ég segir að... Nei, ég bara kemur ekki orð að fólk var að keyra út af núna en ekki að keyra í sig. Þetta var groove coverage með 7 Years and 50 Days og ég vil beða hlustendur mína afsökunar á þessu lagi. Ég er nokkuð viss að fólk sé að taka vel í hann dagskólið út af því að það komst allir í gott skapið þetta lag, það er bara þannig. Sko, þú hefði ekki gert þetta reglulega dagskólið, hefur þú hendið eitthvað gott lag? Þetta er gott lag! Jæja, ok. En viltu hringja í Ásgeir Kobænsin? Í bitaðins, vil ég hringja í Ásgeir Kobænsin? Yes, núna! Það er, já sko, við vorum að ræða hérna á hann, það er Bond-partí í kvöld, James Bond-partí á honum, eitthvað svaða Skyfall-partí, en það er, má ekkert hver sem mæta sem er, mér finnst það pínu daburt, sko. Þetta er þegar maður var hérna hjá Vurst og svona, þá maður vilja mæta í svona partí. Já, þegar ég var í IKEA, þá dreymdi maður alltaf að mæta Ásgeir Kobænsin, hann er auðvitað í klippingu eða eitthvað, lita sig fyrir kvöldi, sminka sig jafnvel. Það er líka mistari. Kannski hann í störtu. Hei! Kobænsin! Hérna sko? Hérna glössin sko? Hvað er þetta? Hann að hjálpa einhverjum. Er kallinn í vinnunni? Það er bara að græja þetta já, það er alltaf fullum að það er Bond-partí í kvöldstrókum minni. Já, við vitum allt um það hefur ekki farið fram hjá neinum. Það er ekki allir bara sítjandi á raskatinu og talað í útvarpi sko. Nei, við erum working men sko. En við vorum að velta einu fyrir okkur hérna, Ásgeir. Ákveðum má ekki hver sem er komið í Bond-partí, það fíla allir Bond. Já, það fíla allir Bond. Það er alveg hárrétt. Ef allir myndu vilja koma í Bond-partí, þá þurfti að vera með svona eins og tífóli þannig í Eden, jafn stórt svona húsnæði. Já, okkur finnst illa vegið að sumum. Sko,
Sko, ég meina, hvað með alla lagamennina sem eru að vinna í IKEA núna? Ég var að vinna í IKEA, ég var að vinna til 7 á föstudögum. Komin í þvílíkan gír svo. Já, þvílíkan gír. Og mér kannski langar í bondparty. Og mér ekki fokkin boðið. Ég veit það, þú hefur verið að vinna nákvæmlega á lagarnum og langar í bondparty, þá væri búin að redda því. Ég náði aldrei að redda því. Það venjulega þannig, ef þið langar í eitthvað, þá getur reddað því. Næja, það er bara þannig. Þannig að það er sérst hægt að græja þetta. Já, þú þekkir einhvern sem að græja þetta. En segðu okkur eitt, Ásgeir, komið eitthvað nýjum vörum í gluggan hjá þér? Þú varst nú hann síðustu helgjöti minn, þannig að þú ætti nú að geta að sé það. Já, það var fullu glugginn, ég var að spá, ertu búin að bæta eitthvað í vikunni? Nei, ekki í vikunni, ég bætti daginn, ég tók alveg gott daginn, sko. En við vorum samt að veltaði fyrir okkur daginn í þættum mjög Egill og fyrir þá sem að heyrði ekki þann þátt og þá voru að segja fólki frá því að þú ert með tróðfullan glugga af hárvörum. Notar þetta allt? Já, svona, eitthvað. Eitthvað? Ég hef aldrei séð svona mikið af brúsum. Það verður nú reyndar aðeins að fylgja sögunni, sko. Ég er í sjónvarpsþátt og nota vörur frá Tiki. Þetta er ekki plugghotni hérna, sko. Við erum ekki að reyna að græja frýtt sjampó fyrir þig. Þetta er ekki plugghot kólbaran, sko. Gleymdu því. Þetta fikk ég auka 2 brúsa bara út á þetta, sko. Ég er að fara að ná í drauma sjampó með þessari helgi. En þú hugsaður hárið, það eru líka með þykkt dökkt hár, ekki eins og Áðan Blondell sittur á móti mér. En þetta var... Ég myndi umræðan á hann með söguna. Já. Ég held ég mun eftir þessu, þetta var erfiðu tíni í mínu lífi. En eitt sem ég þarf að vita, Cole Benson, þetta er bondparty í kvöld, hver er munurinn á þessu að labba bara austur á okkur venjulegum degi, að labba austur og eftir, hvað er, þú veist, er Daniel Craig hérna á barninu, hvað er að gera það? Nei, basically það, sko, þeir eru búin að vera hérna í allan dag, sko, frá Nýherja og Exton, sko, allan dag. Hefði drepið ykkur að fá Daniel Craig? Hefði það verið flókið það? Eða bara einhvern gamlan Bond sem að vera alveg til í. Hvað er Timothy Dalton að gera í dag? Hann er ekki að leika í bíómyndum. Akkur fékkstu hann ekki? Hann hringdi reyndar einn í mig í dag, ég ætla ekki að segja nafnið á hann og hringdi og sagði hvað okkur ekki komið með það í þetta? Einu aðmennilegi lookalike Bondin á Íslandi. Já, nákvæmlega, okkur fékkstu ekki eitthvað lookalike. Hvað meistari var það? Ég ætla ekki að segja. Þú verður að segja það. Byrjaði með þessa sögukóp. Ok, byrjaði þú ert hálfnað með söguna. Hver er munurinn að labba inn í kvöld og labba inn einhvern tíma? Segðu mér, hvað er að gera þarna? Það er ég segi, það er náttúrulega surprise í þessu. Þetta er bara alvöru partí. Þetta er, ef þú ætti að fara í alvöru partí, hvernig er alvöru partí? Ég myndi segja að það væri champagne á borðum. Það er champagne, eða? Bólinn til champagne. Það er champagne? Já. Nú á ekki verið að hérna martini. Verður eldur fyrir utan hurðina og... Ef það er ekki eldur, þá vil ég trúa þessi partí bara raskataður, Ásgeir. Eldur er 2007, kallið minn. Myndi það drepa að vera með eldgleipir þarna, Ásgeir? Án gríns. Á þetta ekki að vera partí ásins, eða? Frábært partí er engin eldur þarna, allt niður þig, Ásgeir. Ég persónlega, ég var að fara að halda eitthvað rosalegt partí. Ég var með eldgleipir. Ég var í partí, fórum við partí til Nonna Plugg daginn. Fyrsta sem ég sá hjá Nonna Plugg, eldur. Já, hann kann þetta. Ertu með einhver dýr fyrir utan, tígristýr eða eitthvað? Ég er reyndar rosalega ánægður heiðutögti, vegna þess að við vorum að tala um að halda partí, eða ekki? Já. Og það er eins gott að verði eldgleipir. Já, ég var til í eldgleipir. Ertu með einhver dýr? Ertu með tígristýr eða ljón eða eitthvað? Ísbjörn eða eitthvað sétt fyrir utan? Nei. Jesus Christ. Ertu með það fróðrétt, Ég vil langa með þetta bondparty. Þetta er bara... Það er ekkert selg í þessu. Hugsaðu þér, rauður dregill, eldgleipir, tígristýr. Fólk myndi hugsa, herru, inni hverja að labba. Já, hvað rugl er þetta? Jafnvel fíll, það er rosalegt. Þetta er bara venjulegt partinn hérna í kampaðinu það er frábært. Yippie-cola. Þetta er bara... Ekki eins og James Bond á svæðinu. Pierce Brosnan er heima á X-Factor núna, sko, hann hefur ekkert að gera. Já, fyrir utan það, Pierce Brosnan. Hvernig var grillpartí á mér síðustu ekki? Það var engin eldgleipir. Það var enda good shit, það var engin eldir, það var heimapartí, Ásgeir. Ásgeir, það er engin að taka að þér, þú ert one hell of a cook. Þú varst með stórkostlega steik hérna síðustu helgi, en við erum að tala um bondparty, þá að vera rosalegt. Það er bara basically þannig að þú mætir og séð þú vaknar á morgun og hugsa bara, wow. Farðu bara út í, farðu rúmfattalaðir núna og kauftu svona kerti og kveiktu á einu kerti fyrir utan, myndi að drepa þið, það er 2 klukkutími með þetta partí. Herru, í verstafalli, ef þú þarft eitthvað dýr, taktu það bara hann ógeðslega páagögginn með þér. Strax skára að hafa hann en ekkert þarna. Ok, við erum að reyna að hjálpa þér, Ásgeir. Já, ég heyri það. Græja þetta, 20. partí og rífa þig í gang. Eldgleipir og páagöggur, sjáumst. Girtu þig. Bye. Þetta var Ásgeir Cole Benson, hann er búinn að undirbúa. Frábært partí, hann er ekki sem er dýr og hann er ekki sem eld. Hefur það einhvern tímann gerst á Íslandi að menn haldi partí og það er tígristýr eða eitthvað fyrir utan?
Það vantar alveg. Já, það væri rosalegt. Hversu flókið að redda tígrisdýr? Nákvæmlega, getur ekki verið flókið. 1 símtöl og 1 gámur og 1 skip og málega dött. Já, eða ísbjörn, það væri rosalegt líka. Það er alltaf þetta líka á kantinum. Já, við getum líka bara fengið Rikka G til að klæða sig eitthvað svona lóðfeld. Hann nú mættur í stúdíu. Fá auglýsingar og svo það lagi á leiðinni heim. Ný Outfitters Nation sending. Fullt af geggjuðum vörum í stærðum XX small til large á frábæru verði. Úlpur frá 7.990, skyrpur frá 5.990, bólir frá 2.990 og margt fleira. Outfitters Nation, Kringlunni. Á hverjum degi í þessum mánuði fær einhver viðskiptavinnur Orkunar áfyllinguna sína endurgreidda og 3 vinna svo 100.000 króna inneignarkort í lok mánaðar. Eitthvað segir mér að röðin sé komin að þér að vinna. Orkan. Ný hleðsla í Fernu. Byggðu þau upp með 100% íslenskum próteinum. Lífið er æfing. Taktu á því. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifenda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgatúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt er fyrir 2.000 krónur eða meira. Virkaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild er snilld. Framtíðin er núna. Kjóstu stjórnarskrá 20. október, ungir jafnaðmenn. FM 95 blöð. Á FM 95. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á 2 harða, búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Now I run to you, Er þetta groove coverage? 7 years and 50 days. Já, það lag verður aldrei aftur spilað. 3,5 million views. Það er eitt sem ég elska við þetta lífi, Egill. You never know what's gonna happen. Þetta er eins og a box of chocolate. Þú veist aldrei hvað mól og fær næst í þessu lífi. En eitt veit ég fyrir víst í þessu lífi. Tvennt veit ég. Ég mun aldrei hægt að halda með Manchester United. Og 7 days og 50 years með groove coverage verður aldrei aftur spilað í mínu útastætti. Þetta er svona tvennt sem ég veit. Negative Nelly. En liðurinn, þannig að stöðulagið. Partílag Gils. Á föstudöfum, en það... Ef þú rífið upp næsta föstudag, þá getur þú skoða það. Ef þú verður komið með eitthvað aðeins betra lag. Ég rífið upp, þetta er mjög virt þýsk hljómsveit, ok? En já, við ætlum að fara hérna aðeins yfir dagskrá kvöldsins fyrir ykkur sem að eru ekki að fara út á lífið í kvöld og það er Hringtorg sem býður upp á dagskránna. Sæktum bláa kortið á ringtorg.is og náði Ringtorgs-appið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það er bara þannig og dagskránna á stöð. Skiptur þau bara yfir í eitthvað grjótaran trailer og aftur tilbaka. Þú er nú góður á tökkun. Já, ég veit að það var verið að skamma með daginn að ég væri ekki búinn að ramma nú svona hluti inn. Og þarna nú er ég búinn að ramma inn, nú byrjum við á dagskránni. Já, ég get votað, þú ert ekki með tæknimandi hjálpaðar í þessu, þú gerir þetta aðleitt. Þetta gerði ég alveg sjálfur, en það er, já, fyrir ykkur, kæru hlustundur, þá er, já, týnda kynslóðin á sínum staði í kvöld og ég veit að Steindi Junior er gestur þáttarins. Þannig að það ætti nú að vera hressandi þáttur, svo er spurningabomban með Loga Bergmanna á sínum stað, en svo er reyndar ekki X-faktor sem er svolítið leiðilegt. En hver er ástæðan fyrir því? Því að það var svo vont veður eitthvað í Bandaríkjunum. Veður? Já, þátturinn var ekki í Bandaríkjunum í síðustu viku. En byrju, ætlaði þú, hvað með James Bond? Heldur að Nonni Plugg og Kolbeinn sáttu við þig og mætir ekki í Bond-partíið? Heimhorfur X-faktor? Já, mér langar að slappa á og fá mér a pizza. En þú, hvernig er helgin hér? Það er svo talar um. Ég er að fara í vítaspilningarni kl. 10:50 í fyrramálið. Já. Og síðan er Chelsea Tottenham kl. 11:45 og United Stoke kl. 14:00 og síðan er ekki neitt plana. Þannig að það er bara boltadagur hér á morgun. Herru, við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag, já, bara hlustendur og þeir sem að nettu að hlusta. Við verðum mættir hérna á mánudaginn, ég og Sóli Holm með rándýran þátt. The Holmfather. The Holmfather, en ísbjörnin Rikki G er mættir inn í stúdíu og ætlar að vera með ykkur til 9 kvöld. Takkið vel á móti honum. Ég byrst aftur afsökunar á groove coverage. Hættu að byrja, hvað er þetta afsökunar? Fólk að það er gaman þess. Kemur ekki fyrir aftur en það er eins og að komið að lægin á leiðinu heim. Það er eitt gamalt og gott. Þetta er... Já, ég get lagt mig á leiðinu heim. Það er að góða við þetta. Það er fint, ég get lagt mig á leiðinu heim. Takk fyrir það, meistari. Þetta er a classic og heitir I'll Be Missing You. Takk fyrir daginn.